Bökunarkartöflur með HM afslætti. Fullbúð af HM fjöri. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Framundan fjölbreyttur þáttur þar sem við kynnum okkur eldgos á Vá, alþjóðlegu listahátíðina Ferska vinda, handverki í Reykjanesbæ og sumarnámskeið fyrir börn. Þá snertum við aðeins á sveitarstjórnarmálum í sameinuðu sveitarfélagi Garðs og Sandgerðis og heyrum í nýjum meirihluta í Reykjanesbæ. Við byrjum þáttinn á mögulegum eldsumbrotum. Það gæti gosið á Reykjanesi strax í dag. Svæðið eldvirkt og hraun geta runni bæði að byggðinni Grindavík og í Vogum. Jarðvísindamenn frá eldfjallafræði og náttúruvárhópi Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands ræddu nýtt mat á eldgos á Vá á Reykjanesi á fundi sem haldinn var í Grindavík í síðustu viku. Þóra, segðu mér aðeins frá ritgerðinni sem þú varst að fjalla hérna fyrir okkur. Ég var að gera hættumat vegna eldgosa, finna staðsetningu líklegustu eldsumbrota á Reykjanesi, sem vesturhluta Reykjaness. Og hvaða bæjarfélög eru í mestri hættu? Grindavík og Vogar eru næst svona svæðum sem gæti verið hættuleg vegna eldsumbrota. Og hver þá mesta hættan? Hraun, gas og ef sprungan myndi ná út í sjó þá væri það aska. Og eru mikla líkur á því að það sé að koma eldgos hingað á næstunni? Vá, hættulegasta spurning sem þú spyrir jarðfræðing. Það hefur náttúrulega verið svona í periods, eða þú veist að koma svona tímabil, það sem mikil eldvirkni á Reykjanesskaga og síðan koma tímabil sem eru aðalega bara skjálftavirkni. En það eru 7 til 1100 ár síðan síðasta gosinu var og þar á undan, þú veist það eru 7 upp í 1200 ár á milli hérna sem við vitum, en ég get ekki sagt það. Og hvað þá gert í slíkum tilfellum? Þá myndum við einbeita okkur bara gera hættumat aftur. Já, þetta allt á landfræðilegum upplýsingakerfum og þá myndum við bara taka staðsetningu skjálfta og setja það inn sem faktor í byggingunni á þessu mati mínu og síðan væru keyrð þá hraunflæðilíkun á góðu hæðalíkani til að sjá hvert stemdi. Og það þá náttúrulega bara fyrstu svæðin sem eða væru rýmd, væri þá næst upptökum, en nei, þetta hraungos, það yfirleitt hægt að labba undan þeim. Og hvað viðbragðstíminn? Þú veist, einhver fyrirvari á þessu þegar áður en þetta gerist? Eldfjallafræðingarnir segja klukkutími, en það gætur náttúrulega að byrja skjálftavirkni deginum áður, en við sjáum ekki hvort kvika komi upp. Þetta svona mjög hættulegt því að þú veist, ef þú segir, hei, það að koma eldgos, og kvikan kemur ekki alveg upp á yfirborðið og brýst ekki í gegn og það verður ekki eldgos, þá hættir allir að trúa þér því að þú segir bara úlfur, úlfur. Þannig að klukkutími, svona hálftími í Heklu, þannig að við veitum það ekki alveg. En Þorbjörn ekkert að fara að gjósa það nokkuð? Nei, ég efast það. Hver þá staðan á innviðum eins og farsímakerfi og ljósnet og annað? Já, ég mátti náttúrulega ekki setja kort af þeim miðað við svæðið. Þetta trúnaðar upplýsingar sem ég fekk aðgang að hjá Mílu og Neyðarlínunni. En aftur á móti þá eru 4 farsímaturnar staðsettir inn á þessum hættulegu svæðum þar sem eldgos getur byrjað. Það eru 4 og síðan rosalega mikið að ljósleiðanum staðsett meðfram og fylgir alveg þessum hættulegu svæðum. Hvað þeir munu gera veit ég ekki. Og þeir hafa náttúrulega ekki séð þessi gögn, þú veist, þeir hafa ekki séð mína greiningu, ég mátti ekki setja kortin ofan á þannig, ég get ekki sett það inn í ritgerðina, en ég mældi alla vegalengdina og taldi það sem varu inn á þessum svæðum. Þannig að vonandi fyrir mitt leyti þá náttúrulega farsímaturnin aðalatriði þegar hvernig fólk látið vita á svæðinu að senda farsímaturnin og senda SMS á alla. Það svona helsta sem ég myndi segja. En byggingar? Ég fekk ekki flokkaðar byggingar, þannig ég ekki með hvað eru hús, hvað eru önnur mannvirki inn í gagnabankanum mínum. Og þar sem gagnabankinn frá Hagstofunni rosalega stór, þá gat ég ekki flokkað það sjálf, það bara kerfið höndlaði ekki. Þannig að þessar byggingar,
voru 29 í dreifbýli inn á þessum hættulegustu svæðum. Það náttúrulega bara dreifbýli inn á þessum hættulegustu svæðum og þetta virkjanir, þetta þessi farsímaturnar og annað slíkt. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Alþjóðlega listahátíðin Ferskir vindar sem haldin í Garði hlaut Eirarósina í ár. Eirarósin viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarverkefni á landsbyggðinni. Eitt af síðustu verkum bæjarstjórnar Garðs var að fagna viðurkenningu með Míríu Samper sem listrænt stjórnandi hátíðarinnar. Við ræddum við Míríu við þetta tækifæri ferska vinda í Garði. Segðu mig frá þessu verkefni Ferskir vindar, hvernig kemur þetta til? Já, við byrjum að undirbúa þetta 2009, fyrsta hátíðin haldin 2010. Þetta kemur nú til eftir margra ára draum að hvort það sé hægt að gera eitthvað svona í Íslandi en ég hélt alltaf að það væri ekkert hægt að það allt svo dýrt á Íslandi. Maður gæti ekki boðið upp á svona listaveislu og á þess að taka aðgangseyrir og allt það. En bara í miðju hruninu, eða bara rétt eftir hrunið, þá fór ég var reyndar út í Japan og ég fekk einhverju svona sendingu bara í hausinn ekkert milli svefns og vöku að það væri hægt að gera þetta á Reykjanesinu því að ég var í mörg ár búin að hugsa hvar ég geti gert þetta en ég vildi ekki hafa þetta í Reykjavík. Þetta þyrfti að vera einhver svona litlu plássi, eða svona sæmilega litlu plássi, þannig að þetta markaði sig, þannig að maður fyndi fyrir að það væri verið að gera eitthvað og einmitt kannski einhver stað þar sem ekki mikið að gera í menningu. Og ég var einhvern veginn ekkert búin að setja mig niður á hvar það geti verið og fekk síðan bara út í Japan svona Reykjanesið bara án í hausinn á mér. Og fór bara leið ég kom heim aftur að skima hérna og svo bara til að gera mjög langa sögu stutta þá rúllaði boltinn af stað svolítið að sjálfu sér og allt í einu hafði bara bæjarstjórinn í Garði samband mig, Ásmundur Friðriksson þá og baði að fá að heyra meira þetta og kom til mín og ég sagði hann þetta og hann bara barði í borðu og sagði gerum þetta og það fór þetta af stað. Og það kom fram hérna í ræðu hérna áðan að íbúar kannski í Garðinum hafa svolítið verið bara óskrefa blað þegar þú kemur og þannig að þú kannski náða að opna augu þeirra fyrir alls konar list. Já, ég vona það var allavega markmiðið og já, fyrir mér var náttúrulega algjörlega óskrefa blað því ég þekkti engan hérna og ég hafði komið hérna einu sinni að tvisvar sem gæt þegar ég var að gæta þegar ég var yngri og that's it ég hafði bara enga hugmynd hvers konar samfélag þetta var en mér fannst það bara svæðið æðislegt og orkan hérna alveg einstök og birtan líka. Birta minni mig svolítið á birtinu á Suður Snæfellsnesi sem ég veist alveg dásanleg og það er bara eitthvað smá magic hérna á þessu svæði sem greip mig strax og þannig að ég hugsaði mig aldrei tvisvar þegar ég var búin að koma hérna einu sinni það bara þetta staðurinn og svo náttúrulega vissi ég ekkert hvernig viðtöku við myndum fá hjá fólkinu og þær voru náttúrulega mismunandi eins og fólki margt og eins og kom fram áðan hjá fólki þá svona virðist allavega augun og hjörtun kannski aðalega hafa opnast hjá mörgum fyrir alls konar list eins og þú segir. Þú hefur verið að draga fólk allstaðar að úr alls konar menningarheimum hérna á þennan punkt. Já, nákvæmlega alveg kannski það lengsta í burtu frá Taiwan og náttúrulega Mexiko, Indland, Japan. Þetta svona kannski lengst í burtu fyrir okkur og síðan alla leiðina til Íslands alltaf á milli, öll hinn löndin líka. Og hvernig viðbrögð hefur þú verið að fá frá þessu fólki? Það bara alltaf sömu viðbrögðum, það bara wow, geðveikt, æðislegu staður, þvílík náttúra, þvílík upplifun, þvílíkur kraftur og það sem að mjög margir segja sem svolítið einstakt að þeir segja bara, og þeir segja ekki saman heldur bara, ég að heyra þetta aftur og aftur á mismunandi hátíðum, mismunandi fólki kemur tíminn og sagði mér líður eins og ég hafi endurfæðst og það nú ekkert smá rós. Þessar hátíðir hafa, yfirleitt haldnar í kringum áramót en líka yfir sumartíman þannig að fólk að koma hérna í svartasta skammdeginu. Hvernig upplifunni það? Já, þetta var einu sinni haldið á sumri því að einmitt vegna þess að það voru einhverjir hérna innan bæjarbúar sem voru hræddir við þetta að þetta væru of harkalegt að koma með vetur sem að ég vildi þú standa á og við breyttum síðan aftur vegna þess að það bara miklu meiri upplifun og fólki
það er drullur hrætt við það áður en það kemur. Það sko fólk sem bara skrifa með þvílík bréf og bara byrjað að tvístíga svona þegar það fer að líða að þessu og sumir halda sig bara svartmyrkri hérna allan tíman og það deyju kulda og allt sko. En láta sér svona tafa það. Ég svona reyna að segja náttúrulega fólki það hlýtt í öllum húsum, við erum með endalaust heitt vatn, við erum með æðislega sundlaug, með heitum pottum og það er engum kalt sem þarf ekki að vera úti allan daginn. Og það er ekki myrkur allar sólarhringina. Ég tek svona svolítið þá umræðu við þau. Og svo eru þau öll óbúslega hissa að sko, þetta er ekki svona erfitt eins og þau halda, það er ekki eins kalt eins og þau heldu og samt að þau lendi á sko brjálu meðrum minna. Það er bara upplifun, það er bara ævintýri. Og svo er meira þess að hef ég fengið bréf frá fólki sem býr í Evrópu eftir að það búið að vera hérna í 4-5 vikur, kemur kannski til Berlínar eða London, kannski sérstaklega þannig að Norður-Evrópu og segir bara, oh my god, það er bara miklu meira myrkur hjá okkur af því það er alltaf grár himinn og rigning, hjá ykkur er allavega að birta á meðan það er bjart. Þið hafið meðvitað verið að starfa með leikskólanum og grunnskólanum í listköpunum. Já, mjög mikið, alveg mjög meðvitað og mjög markvisst svona eftir því sem hægt er. Leikskólinn hefur bara alveg beðið bara þyrstur eftir okkur í hvers skipti sem að hátíðin hefst og tekur rosalega vel á móti öllu sem við höfum fram að færa. Og skólinn hefur gert það svona móttækilegur eftir hverju hefur verið stjórnvöldin þar og alveg einstaklega móttækilegur núna og við gátum þar leiðandi undirbúið vel aðkomu Ferskra Vinda inn í skólan, inn í hérna grunnskólan að þessu sinni. En það hefur alltaf verið mér mjög mikilvægt alveg frá upphafi einmitt að ná til krakkana og þeirra sem er að vaksa upp til þess að þau vaxi með því að myndlist og öll list er bara partur af lífinu og er svo mikilvæg og er svo eðlilegu hluti. Ekki eitthvað sem er bara rosalega heilagt eða bara inn á söfnum og maður má ekki koma nálægt þessu og maður skilur ekkert og eitthvað svona. Að þetta er ekkert að skilja, það er bara að skynja og finna, upplifa. Þetta verkefni er búið að vera langhlaup hjá þér. Þetta er ekkert gert á einni nóttu en þú fékkst núna í vetur mikla viðurkenningu fyrir þetta verkefni, Eyrarrósin. Já, það var æðislegt, það var mikil hamingja því að já, þetta er búið að vera langhlaup með mörgum lóðum á öxlunum. Þetta er ekkert aðeins hlaupi og þetta er í hvert einasta skipti rosalega átak. Ég spyr mig oft svona þegar liðið er frá, bara hvernig liðið ég þetta, hvernig gat ég þetta og svo hlakka ég alltaf mikið til að byrja aftur. Hvert er núna framhaldið? Nú er sveitafélagið, það er að kveðja okkur núna bara þessa mundir og verður til nýtt sveitafélag. Verða Ferskir Vindar í nýju sameinuðu sveitafélagi? Ég hef ekki hugmynda. Ég veit ekkert frekar en þið. Ég veit ekki hver verður bæjarstjórinn, ég veit ekki hver verður í bæjarstjórn og ég veit ekki hvað Ferskir Vindar verða. Það er semja allt bara upp og nýtt og sjá hvað þau segja og hvernig það leggst allt saman. Þú vilt ekkert hætta á toppnum? Nei, ég hætti ekkert. En það er spurning hvort ég verð ekstra annars þar. Nei, við skulum segja að mér finnst svona líklegt að við höldum áfram hér með bara svipuðum hætti. Hvernig væri að skella upp mexíkóskri veislu? Nautaþinnur, nautahakk og Santa Maria vörurnar. Netto. Þú finnur blandaða H&M kjúklingabita fyrir veisluna í Netto. Netto. Þegar hefðbundnu skólastarfi lýkur á vorin tekum við leit hjá foreldrum af afþreyingu fyrir börnin yfir sumarmánuðina. Í Reykjanesbæ eru ýmis námskeið í boði fyrir börn. Árni Þór kynnti sér nokkur sumarnámskeið. Bjöllur skólana í Reykjanesbæ hringdu nú í seinasta sinn í vetur og sendu krakkana í sumarfrí. Margir krakkar hafa samt ekkert að gera í sumar en það eru nógu mörg námskeið í Reykjanesbæ sem við getum farið í. Til þess að skoða námskeiðin í sumar fer maður á vetur.rnb.is, velur námskeið sem líst vel á og ef það er enda átt að sækjum, smellar á e-mailið, skrifar umsókn og sendir. Ég mæli með að drífa sig því að styttist í að sum námskeið hætta að taka umsóknum og sum eru hætt. Ég tala við 3 námskeið til að segja ykkur hvernig gengur og hvað er í boði. Geturðu sagt okkur aðeins frá námskeiðinu? Já, núna er söngskólinn búinn að vera í 1 ár starfandi og þetta hófst allt í fyrra þegar ég ákvaði að spila svolítið inn í að dóttir mín, hún syngur mikið og mér langaði bara að koma með söngnámskeið hingað. Þannig að þetta snýst svolítið bara að vinna upp sjálfstraustinni hjá krakkanum, byggja upp þetta svona jákvætt og að vera bara skemmtilegt og það er svona það sem við göngum fyrst og fremst út og svo þau verða aðeins eldri að þá fyrir við að vinna í tækni og þess háttar. Já, við erum með listaskóla barna sem er á vegum Reykjanesbæjar
Og þetta svona námskeið sem að gerist bæði hérna í Svarta pakkhúsinu og svo í Frumleikhúsinu. Og námskeið sem sagt, þetta svona námskeið þar sem að listsköpun krakkanna fær að njóta sín, sama með hvaða hætti hún Já, þetta svona námskeið hugsað fyrir byrjendur í fiðluleik og við tökum fyrir svona þjóðlega tónlist eða country, sem stundum kallað country líka. Og já, líka þeir svona hvort fyrst og annars stig, þeir geta líka verið með, mjög gaman að hafa sem færasta krakka í þessu. Og hvenær hefur skráningar eða það kannski búnar? Já, við hófum skráningar 14. maí og það var orðið uppselt bara á bæði námskeiðin sem við erum með, bara, já, á 3 vikum. Það eru þegar hafnar, sko, þannig að það bara að annarkvort að skrifa á netfang hjá mér eða þarna á sumar í Reykjanesbæ. Já, við erum núna nýfarinn af stað með fyrsta sumarnámskeiðið, en svo verð ég aftur með námskeið í ágúst og auglýsa það inn á Facebook síðu skólans sem bara Söngskóli Emilíu og þannig að já, það fara bráðlega af stað skráningar fyrir það námskeið. Svo náttúrulega verð ég aftur í haust eins og ég gerði í fyrra. Og eru mörg laus pláss eftir? Já, eins og staðan í dag, þá fylltist allt alveg leið, plássin fara mjög hratt, en það alveg laust í ágústnámskeiði. Aðeins byrja að skrá niður á haustnámskeiði, en plássin fara mjög hratt. Og ertu búin að fá góð viðbrögð? Já, ég hef búin að fá nokkur fyrirspurnir námskeiðið og hvernig það sé og hvort það sé upp öllum og hvort það sé fyrir byrjendur sem eru hafa ekkert spila á fiðlu og ég hef svona haft það opið, ég hef með 2 fiðlur sem ég geti lánað sko, fyrir þá alyngstu. Já, mjög góð viðbrögð. Þetta er ekki alveg með á hreinu, þetta allavega 3. árið sem að ég með listaskóla barna en ég held að hann hafi verið alveg í 6 eða 7 ár áður og það alltaf biðlisti á öll námskeið. Alveg gríðarlega góð. Ég bæði þá byrjaði ég náttúrulega bara hérna í Njarðvík og svo í Reykjanesbæ náttúrulega og svo ég farin að vera líka með námskeið í Grindavík. Þannig að þetta bara búið að vera svakalega gaman og ég var með bara 80-90 nemendur núna á vorönninni, þannig að þetta bara æðislegt. Og fyrir hverja mælur með þessu námskeið? Bara fyrir alla sem hafa áhuga á einhvers konar list, alveg sama í hvaða form hún Fyrir hvaða aldurshópa þetta? Þetta fyrir 7 til 14 ára, en flesti krakkarnir eru svona aldrinum 7 til 12 ára. Eins og ég sagði áðan, það byrjendur og þetta grunnstigi sem þetta fyrir aðalega, en það opið öllum. Já, fyrir hvaða aldurshópa þetta? Þeir sem grunnstigi, þeir eru allt frá bara 4-5 ára upp í 12 ára, sko, þetta mjög misjafnt. Þetta rauninni fyrir bara alla krakka. Ég með yngsti hópurinn minn leikskóla, elsti hópur í leikskóla og svo ég með alveg upp í 10. bekk og bara því miður hef ég ekki haft tök á að taka eldri, bara það búið að fyllast svo mikið í þessi pláss alltaf. En ég mæli með bara allir sem vilja syngja, hafa gaman að syngja, þú þarft ekki að syngja eitthvað svakalega vel eða kunna eitthvað sérstaklega að syngja. Þetta bara á fyrst og fremst að vera fyrir þig sjálfan og að byggja upp sjálfstraust og hafa gaman fyrst og fremst. Það sem þetta gengur út á. Og hver svo framtíðin? Verður þetta aftur í boði næsta sumar? Já, ég stefna það. Allavega eins og þetta lítur út í dag, þá verður þetta í boði næsta sumar og bara næsta ári. Ég ætla alveg að halda útreið áfram. Já, ég á ekki vona á neinu öðru, þetta svo vinsælt námskeið. Ef það gengur vel þá verður gaman að hafa þetta bara sem fasta lið á hverju sumri. Það vantar alltaf svolítið fyrir krakkarna á sumrin að gera sem í tónlistarnámi, fiðluleik. Handverksfólki í Reykjanesbæ hefur opnað verslun með úrvali af handverki í Grófinni í Keflavík. Við kíktum á þennan merkilega handverksmarkað. Segðu mér aðeins frá Dús handverki. Við erum hópur 20, aðalega kvenna, það eru 2 kallar hérna í og við gerum allskyns handverk með mjög breiða línu. Þið eru nýlega flutt hérna svona, að smábátahöfninni í Grófinni, þið voruð annars staðar í bænum. Þetta hlýtur að breyta miklu fyrir ykkur. Já, við vorum í Svarta pakkhúsinu og við erum núna Dús handverk hérna við hliðina á SBK og Kaffi Dús. Þetta er miklu bjartari og opnari salur, þannig að það er miklu skemmtilegri aðkoma og getum tekið á móti rútum. Og hvers slags handverk eru þið með? Við erum með allt frá gleri, leir, prjónavörum, ljósum, málverkum, það er leður og róð, já, það er bara alls konar, bara sjónasögur ríkari, bara endilega að koma. Hérna getur fólk nálgast, alla þá gjafavörur sem það vantar? Í rauninni, já, og kort með.
Hvaða handverksfólk þetta? Þið bara að dunda ykkur við þetta heima við eldhúsborðið og koma þessu svo hingað? Já, svona flest okkar gerum það. Það eru einhverjir sem að vinna með, en flest okkar eru svona heima bara dúla okkur á kvöldin. Fólk hefur svolítið verið að heimsækja ykkur fyrir ljósanótt og kannski fyrir jólin, en svo haldið bara að þið værið með loka þess á milli, en það er alls ekki. Nei, við erum með opið alla daga frá 1 til 5 og erum að hugsa að breyta opnin á 50 dögum að vera með frá 4 til 8, svona seinniparts opnin. Það er ekki alveg orðið endalegt en mér finnst svona stefnir allt í það. Nýr meirihluti Samfylkingar, Framsóknarflokks og beinna leiðar var kynntur í Reykjanesbæ í vikunni. Samfylking og framboðið beinleið voru í síðasta meirihluta með framboðinu frjálsu afli sem Framsóknarmenn leysa nú af í nýrri bæjarstjórn. Það eru bjartir tíma framundan og saman munum við gera gott samfélag enn betra. Brátt muni Reykjanesbær verða fjölmennasta bæjarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðisins, en á undanfarnum árum hefur átt sér stað mikill viðsnúningur í rekstri Reykjanesbær, segir í nýjum málefnasamningi. Sjónvarp Víkurrétta sýndi beint frá kynningu á nýja meirihlutanum sem framfór í Dúshúsum í Reykjanesbæ. Hvað getur sagt við bæjarbúa stöðuna í þessum málum þegar þið segist vera á móti mengandi stóriðju? Ég held að sé alveg skýrt að þessi meirihluti sem nú hefur tekið starfa lýsir því yfir að hann hafnar mengandi stóriðju í Helguvík. Og skýrar getur það ekki verið. Við munum fljótlega búa til fundar með fulltrúum kísilverksmiðjunnar og ræða þar málin, en við getum raun og veru ekki haft þetta skýrara heldur en þetta. Öll framboðin eru sammála það að hafna stóriðju í Helguvík. Það verður bara að segjast að sérstaklega hjá Samfylkingu varðandi heilbrigðismálin, þeir börðust auðvitað fyrir því líka fyrir kosningar. Við vorum með mismunandi áherslur þar og við ákveðum að leggja þær áherslur saman og reyna að knýja fyrst og fremst það að við myndum reyna að bæta hér heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu. Og það er fyrsta verkefni lýðheilsunefndar sem verður stofnuð, enda náttúrulega lýðheilsan þannig að hún tengist inn í marga þætti og aðgengi að heilbrigðisþjónustu er þar meðal annars. Jú, ef ég tala fyrir hönd beinna leiðar þá held ég að beinleið hafi komið í sínum skemmtilegu málum inn í þennan málefnasamning. Við erum til dæmis með það inn í samningnum að við ætlum að taka frá Fiskirsreitin til þess að byggja menningarmiðstöð. Við erum líka með það að inn í samningnum að fara að króta hér á byggingar og reyna líka aðeins upp á bæinn. Og síðan er verið að horfa til umhverfismála, samvistarsvæða svokallaða, þar sem að fjölskyldur og ungar mæður og feður geta komið og hist og svona fengið einhverja tilbreytingu í lífsitt. Hér eru fáir samverusvæðir fyrir þennan hóp fólks. Sameining sveitafélagana Garðs og Sandgerðis er gengin í gegn og tveir stærstu flokkarnir úr nýliðnum sveitarstjórnarkosningum hafa myndað meirihluta sem hefur það verkefni að láta sameininguna ganga vel fyrir sig. Suðurnesja Magasín ræddi við þá Ólaf Þór Ólafsson og Einar Jón Pálsson verkefnin framundan í sameinuðu sveitafélagi. Í fyrsta lagi þá kannski aðalega í þessu að þessi tvei listar hafa sammælst það að stýra þessu sveitafélagi núna næstu 4 árin, þetta fyrsta kjörtímabil þess, og með þá áherslu að auka að þessi 2 samfélög sem eru nú orðin eitt, að við leggjum áherslu að þau nái saman og að samlögunin verði nokkuð góð og þétt þessi 4 ár og að við höldum rauninni áfram bara þeirri góðu vegferð sem bæði fyrri sveitafélögin voru áður en það nýja var til. Hver eru ykkar helstu áherslumál fyrir þessi komandi 4 ár? Það má segja það er að sameina þessi 2 sveitafélög. Þetta eru rótgróin samfélög og það þarf að ná íbúunum saman í eitt sveitafélag og það verður stærsta verkefni okkar. Auðvitað náttúrulega þarf að huga skipulagsmálum og fleira, en stærsta málið er að búa til eitt gott samfélag úr 2 góðum. Og nú er spurt bæjarstjóra, hvernig fara þau mál? Í samkomulaginu sem við vorum að skrifa undir kemur fram að við munum auglýsa eftir bæjarstjóra og það ferli fer í gang núna bara á næstu dögum. Þannig að auglýsing fer í loftið
og runni ráðningaferlið fari af stað. Og nafnamál? Nafnamálið, það vinsælt umræðefni þessa dagana. Við erum sammála það að það þarf að fara ítarlega gegnum það ferli, skoða það frá grunni, kanna það hvort að umsagnir örnefnanefndar séu ábyggjandi eða hvort við viljum ögra þeim. Svo við munum bara sjá til hvað verður og leyfa fólkinu að ráða. Já, bæjarstjórn kemur saman til fyrsta fundar núna 20. Hvernig verður síðan? Kemur bæjarstjórn til með að funda einu sinni í mánuði, hvernig verða þau mál? Þegar að bæjarstjórn komið rétt ról þá miðað við einu sinni í mánuði, en bæjarstjórn mun funda 4. júlí aftur, hálfum mánuði síðar, hálfum mánuði frá 20. Og svo reiknum við með að það verði bara fundur aftur í ágúst, en það kann þó að vera aukafundur í júlí. Það fyrir eftir bara hvernig gengur. Það er ýmis málefni sem við erum að fara í gegnum á næstu 3 mánuðum, mikið af verkefnum. Þannig að það mun mæða svolítið mikið á bæjarfulltrúum þessa næstu mánuði og ekki síður á starfsfólkinu. Já, hvernig hefur gengið að púsa þetta saman á fyrstu metrunum? Það hefur gengið bara nokkuð vel. Að sjálfsögðu alltaf einhvað sem kemur upp á og ýmislegt sem þarf að stilla saman, bara eðlilega. Og það er verkefni okkar núna í sumar og fram á haustið að fínstilla þessar 2 einingar saman í eina, og það gerist ekkert eins og hendi sé veifað í einu vettvangi. Það tekur nokkuð tíma og við höfum núna til 10. september til þess að fara yfir alla samningar og alla skuldbindingar sem að hvíla á gömlu sveitarfélögunum. Þannig að það verður nóg að gera hjá okkur núna næstu 3 mánuðir. Og okkur lag bara til, góður hópur. Ég bara ánægður með þessa bæjarstjórn og þennan meirihluta. Þannig ég óttast ekki verkefni, þetta verður bara skemmtilegt. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið. Minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað sem fer inn á hvert heimili á Suðurnesjum og sinnum daglegri fréttaþjónustu á Víkurfréttavefnum www.ff.is og golffréttaþjónustu á kylfingur.is. Þá getið þið séð eldri Víkurfréttir á tímarit.is. Við endum þáttinn á sjálfri þjóðarþotunu en ein af þotum Icelandair hefur verið máluð í íslenskum fánalitunum. Við mynduðum þotuna þegar hún kom til lendingar á Keflavíkurflugvelli á sólríku síðdegi nú í vikunni. Þotan er mjög þjóðleg að sjá en innanborðs er hins vegar fótboltaþema, grænt gras og hvítar línur. Við sjáumst aftur í næstu viku. Verið sæl og áfram Ísland.